Þau eru sest hérna hjá mér, Pétur Blöndal, Valgerður Sverrisdóttir, Svandís Svavarsdóttir og Dagur B. Eggertsson. Valgerður, ég gerir ráð fyrir að þú hafi kynnt þér að einhverju leyti þessa skýrslu, skýrslu, verandi þú nú fyrrverandi iðnaðarráðherra, þannig að þú veist nú ýmislegt þessi orkumál öll. Ég spyr, hvað finnst þér þessi skýrslu? Já, jú, mér finnst hún náttúrulega ágætt hannilega að sé það. Það allavega sameiginleg niðurstaða og ég held að það sé nú svona dálítið virðingarvert að borgarfulltrúar hafi og þessi flokkar sem að fara með völd og fara ekki með völd, þetta er nú svolítið svona mismunandi milli daga, hverjir með völdin, að þeir skuli komast að sameiginlegri niðurstöðu. En engu að síður að þá náttúrulega þetta kannski ekki niðurstaða vegna þess að já, það eru tillögur ákveðna þætti, þá að fara í athugun, stjórnsýslu athugun á rey og auðvitað fellur bara niður þar sem að áform voru það er þjónustusamningurinn og svo framvís og ég tala nú ekki sameininguna sem að bara fellur sjálft sig við Geysi Green. En mér finnst vera kannski hægt að segja að það hafi verið svolítið taugaveiklun í þessu máli. Þannig að séð að já, auðvitað klúðraðist það. Já. En upphaflega hugmyndin, ef við fyrir nú alveg aftur í það að stofna til rey, þá er það náttúrulega sjálfstæðismenn sem gera það og Guðlaugur Þór hafði uppi stór orð á sínum tíma það hvað það var mikilvægt að stofna til þessa útrása fyrirtækis af hálfu Orkuveitunar. En síðan það að sameina þessi tvö fyrirtæki íslensku sem að voru í útrás og ætla að vera í útrás, að það var í raun ágætis hugmynd og ég studdi þá hugmynd að sameina Geysi Green og einkafyrirtækið og opinbera fyrirtækið. Já, vegna þess að ég vil nú alltaf halda því til haga þarna séu gríðarleg tækifæri og við höfum þessa þekkingu og forsetinn okkar er nú mikið að breiða út boðskapinn og eiginlega markaðssetja íslenska þekkingu í orkugeiranum út allan heim. Þannig ég held að við efumst nú ekki það að þarna eru mikil tækifæri og mér fannst bara kjánalegt að það verið tvö fyrirtæki og fulltrúar tveggja fyrirtæki jafnvel í sömu flugvélunum að fara á sömu staðina og markaðssetja þessa þekkingu. Þannig að það hlyti að vera hægt að gera þetta á skynsamlegan hátt með því að þetta væri sameinað. En nú er þetta allt saman á baki en það sem ég átta mig ekki alveg á er ennþá hugmyndin að rey verði í einhvers konar útrás. Eða eru menn bara að hlaupa frá því algjörlega? Rey á að vera í 100% eigu orku. Já, ég sé það og samkvæmt skýrslunni. Maður er svo mikið að sjá ríkisfyrirtækið, hið opinbera fyrirtæki Orkuveitunar leggja ykkur ofsalega peninga í áhættu fyrir útrás. Nei, en í samkvæmt skýrslunni að þá er það ekkert útilokað að rey verði í útrás, ef ég skil þetta rétt. En það sem að næst ekki með þessari niðurstöðu er það að það verði kraftar frá einkaaðilum sem sameinist orkufyrirtækjunum sem eru í opinberri eigu. Það sýnist mér að sé ekki stefnan hjá borginni, en hins vegar er það stefna Sjálfstæðisflokksins á landsvísu. Ennþá. Er það ekki rétt? Hvað finnst þér þessar niðurstöður? Hún náttúrulega bara að segja frá okkur stöðu þarna. Það sem ég veist vanta inn í skýrsluna, það er spurningin hugmyndafræðina. Til hvers voru menn að þessu? Og það sem kemur svona óbeint í gegn er það að menn sé að markaðssetja ákveðna þekkingu sem er umtalsverð, bæði hjá Orkuveitunni og líka hjá verkfræðistofum sem þjónustana og svo hins vegar að fara í útrás með þessa þekkingu. Og þar finnst mér að Orkuveitan, hún allt í leið hún sé að koma sín þekkingu í verð, en mér veist hún ekki að setja peninga skattgreiðenda í áhættuverkefni út í heimi sem útrásin alltaf og verður. Já, en fannst þér allt í lagi þetta samband Orkuveitunar við einkaaðila? Alls ekki, mér fannst ekki í lagi til dæmis það að Orkuveitan lagði fram milljarð og síðan 2 inn í dæmið. Það á ekki að vera að setja skattpenning í þetta. Þar eiga einkaaðilar að koma inn í. Þar hefði Geysi Green átt að koma inn í. Orkuveitan leiði bara fram þekkinguna og síðan Geysi Green. Svo er eitt sem ég dálítið hissa á með alla þessa lögfræðinga út og suður, að það er lög svo afgreidd frá Alþingi opinber hlutafélög. Það er sem að bara vita ekkert af þeim lögum. Í minni tíð var það ekki Pétur. Jú. Hvað stendur í þessum lögum? Það stendur að öll fyrirtæki sem eru alfarið í eigu opinberra aðila er rétt og skylt að heita opinber hlutafélög. Þannig að rey er í rauninni opinber hlutafélag og það þýðir það að það með ekki vera 3 kallar í stjórn eins og er núna, heldur að vera jafnt kynjahlutfall
og þá að boða fjölmiðla á aðalfund og annað slíkt. Og maður velti fyrir sig hvort að allir aðalfundi sé þar með ógildir. Samkvæmt lögum mætti ég fara á aðalfundur Rey og hlusta á og það verða að vera 3 konur. Nei, eina þremur. Það mætti ekki vera 3. Nei, það er sem sagt... Þannig og þetta við fleira þetta, líka við Þróunarfélag Keflavíkur og fleira. Þannig að sýnist mér, nú ég ekki lögfræðingur. En sko, ok, við byrjuðum á þessum enda, sem náttúrulega ekki síður forvitnilegur. Ég meina, Rey, útrásararmurinn, Orkuveitunnar Rey, á að vera 100% eigu borgarinnar. Ég meina, hvaðan á þá fjármagnið að koma í útrásina? Staðan þannig núna að það liggja 5,7 milljarðar inn í Rey sem eigi fyrir Rey og við gerum ráð fyrir því að það sé sá grunnur sem að Rey byggir á áfram sem útrásar- og fjárfestingararmur Orkuveitu Reykjavíkur. Og það reyndar kemur fram í þessari skýrslu. Jafnframt kemur fram að það muni geta verið verkefnatengt í samvinnu við fyrirtæki og einstaklinga. En grundvallaratriðið að við í raun og veru höfnum í þessari skýrslu samruna hugsuninni. Það að segja að það þurfa að vera alveg á hreinu að þarna fara þessir opinberu hagsmunir og þeir séu klárir sín megin en síðan sé hægt að semja samstarf í kringum einstök verkefni við einkaaðila. Þessi skýrsla nógu góð? Ég meina, við erum að tala þetta pólitísk málamiðlun, það er verið að breyta orðalagi í einhverju málamiðlun fram á síðustu stundu. Það hefur komið fram, það er ekki talað við Hauk Leósson, það er ekki talað við Binga, það er ekki talað við Villa, það er ekki, Morgunblaðið segir í morgun að þetta sé bara ekki nógu vandað. Við erum að reyja braut, við erum að gera algjörlega nýjan hlut. Þetta hefur ekki verið gert áður á Íslandi í íslenskri pólitík að það séu fulltrúar allra flokka sem sitja við borð og skoði í raun og veru sínar gjörðir að hluta til og komist að sameiginlegri niðurstöðu. Þetta er fyrsta skref og mér finnst það mjög mikilvægt að fara að stíga þetta skref og ég myndi raun að vilja sjá svipuð vinnubrögð tekin upp víðar eins og til að mynda á Alþingi væri rétt að skoða það með hvaða hætti ákvarðanataka stundum tekin bara af ríkisstjórn og síðan kynnt þinginu. Þú meina þetta sé til dæmis fordæmi fyrir þingnefndir? Mér finnst það ekki nokkur spurning. Ég myndi vilja skoða til dæmis ákvarðanatökuferlið í kringum Íraksstríðið og stuðningi við það. Og allir kemur saman og kemur góð sameiginlega skýrslu. Ég myndi vilja sjá hvað með aðkomu einkaaðila þegar Síminn var einkavæddur. Hvað með aðkomu einkaaðila þegar bankarnir voru seldir. Ég meina, viljum við ekki skoða bara aðkomu einkaaðila og hvernig erum við ekki tilbúin að velta við öllum steinum þar líka vegna þess að það sem kom mér mest á óvart við skoðun á þessu máli var það að ítrekkað í ferlinu þá sat enginn í sæti Orkuveitu Reykjavíkur. Það er að segja að það tryggði enginn klárlega þessu opinberu hagsmuni almennings og það myndi ég vilja sjá í þessu einkavæðingar máli aftur í tíman í fleiri ákvarðanir og þá En hefðu þið ekki þurft að vanda ykkur meira? Að tala við Hauk og Binga og Villa og... Varðandi það, ég skal tala það að þá var það svo á þessum tíma að bæði Björn Ingi og Vilhjálmur höfðu tjáð sig mjög skýrt málin. Þeir höfðu verið partur á opinberu umræðu, þeir höfðu tjáð sig mjög skýrt í borgarstjórn og við töldum ástæðu til að kalla þá til nefndarinnar sem ekki höfðu tjáð sig opinberlega, sem að við vissum ekki hvers aðkoma var að málinu. Varðandi stöðu Hauks, þá var hún með þeim hætt á þessum tíma að það var ekki hægt að kalla hann fyrir nefndina. En ekki, hversum ekki? Það bara hefur sínar ástæður sem ég ætla ekki að reifa hér. En maður vildi náttúrulega vita bara, þú veist, hvenær voru þeir að hitta FL-menn, hvar hittuðu þeir FL-menn, við þurftum eiginlega að fá lista við GSM símtöl, við þurftum að fá bara, þú veist, á hreint hver þessi samskipti voru. Ég tek undir það Egill og ég finnst það kannski að hluta til vera það alvarlegasta við þetta. Það er það þegar maður finnur, ég tek undir það sem Jóhann sagði hérna áðan, við getum ekki ætlast til þess að einkaaðilar séu að gæta hagsmuna almennings, það er ekki þeirra hlutverk. En þegar að við sem höfum það hlutverk, stöndum ekki okkar vakt, að þá auðvitað fara þeir fram að fullum krafti og það gerðu þeir í þessu máli. Men þeir tóku bara völdin? Já, þeir gerðu það, en við stoppuðum það. En sko, við erum að tala um það sem hafa kvartað undan að í þessari skýrslu að vanti að það komi bara ekki fram hver beri ábyrgð. Og nú, ég ætla að beina þessari spurningu til þinn Dagur. Þú skrifa nú undir þetta líka, er það ekki? Reyndar ekki, ég var ekki í stýrihópnum, en mér finnst mjög mikilvægt í þessari umræðu því sem haldið til haga einn fyrsta niðurstaða stýrihópsins var að málið væri það alvarlegt og það mörg álitaefni uppi að það veri nauðsyn á hlutlausri rannsókn og þess vegna var það fyrsta tillaga stýrihópsins að innri endurskoðun Reykjavíkurborgar færi við málið og sú skoðun stendur yfir. Það þýddi að stjórnmálamennir áttuðu sig einmitt á því að það gæti ekki fallið vel að þeirra hlutverki að setjast í dómarasæti við sjálfum sér og öðrum. Það hlyti að vera óhlutdræg
rannsókn sem gerði það vegna þess að hvert var verkefnið. Það var það að það var búið að koma óorði á útrásina og þessi orkumál og það skynjuðu það allir út af mikilvægi þeirra hluta að það þyrfti hreint borð. Þess vegna settust allir fulltrúar allra flokka við það, hvernig verður það best gert? Með óhlutdrægri rannsókn innan endurskoðunar. Við vissum að umboðsmaður Alþingis, sem á sér ekkert fordæmi, tók þetta mál upp að eigin frumkvæði og ef að menn vilja ekki horfast í augu við í raun dramatíkin í því, ég meina umboðsmaður Alþingis í alla 12 ára valdatíð Reykjavíkurlistans var ekki einu sinni með neikvæða umsögn stjórnsýslu Reykjavíkurborgar, núna tekur hann þetta upp að eigin frumkvæði. Þannig að það sem að Svandís og nefndin undir hennar fórustu var að gera var að draga inn að pólitísku lærdóma, þeir eru líka mjög merkilegir. Í fyrsta lagi, orkufyrirtækið á að vera í almenningseigu. Í öðru lagi, við eigum að vera í útrás. Í þriðja lagi, einkaaðilar eiga að fá að koma að því, en það verður að gera það rétt. Og þarna hefur kristallast í raun að kannski frjálshyggjuarmurinn í Sjálfstæðisflokknum á þingi er orðinn algjörlega einangraður. Sjálfstæðisflokkurinn í borginni er búinn að læra af reynslunni og tekur raun undir með samfylkinginu og stjórnarandstöðun á þingi varðandi 100% eigu almennings á orkufyrirtækjanum, auðlindunum og því að lagaumhverfið hefur verið ófullkomið og það þarf að taka á þessu málum. Þetta hreina borð er ekki alveg komið, innri endurskoðun eftir að klára, umboðsmaður eftir að klára, en skýrslan er merkileg vegna þess að fulltrúar allra flokka voru að skrifa undir áfellisdóm yfir vinnubröðunum og áfellisdóm yfir forystu Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar, þáverandi borgarstjóra. En það stendur náttúrulega ekkert í skýrslunum það? Það stendur, ég meina, allir sem hafa lesið skýrsluna sjá það, þess vegna er þessi... En nú spyr ég þig sem formann nefndarinnar. Er þessi skýrsla áfellisdómur yfir Vilhjálmur Vilhjálmsson? Hún er áfellisdómur yfir þeim vinnubröðum sem þarna voru viðhöfð og borgarstjórinn í Reykjavík er æðsti embættismaður borgarinnar og ber þar að leiðandi höfuðábyrgð á því sem þarna gerist. Þannig að þetta er áfellisdómur yfir Vilhjálmur Vilhjálmsson? Ég meina þetta er áfellisdómur yfir þessari stjórnsýslu og þar að leiðandi þeim sem heldur stýrið. Á Vilhjálmur Vilhjálmsson að segja af sér sem borgarfulltrúi? Það er ekki mitt að skera úr það, en ég finn það núna að sko mér fannst það svo tákgrænt í gær þegar að fréttist að því að sjálfstæðismenn gátu ekki einu sinni funda í Valhöll. Þá hugsaðum með sér að aðalvígið væri fallið, að þeir væru að funda málin í Kópavogi og velti með þá fyrir sér hvort að skjólið sé bara orðið fangið á Gunnari Birgissyni. Eru þeir að funda málin í Kópavogi? Já, þeir voru allavega að hittast í gærmorgun í Kópavogi og ráða ráðum sínum. Ég frétti það að fjölmiðlar hefðu setið Valhöll, þannig að Valhöll er þá kannski fallin, ég veit það ekki. En staðan er allavega orðin svona flókin hjá sjálfstæðismönnum og maður finnur að flokkurinn er rótklofinn og hann er eiginlega eins og haldinn einhvers konar sjálfsofnæmi, líkum við að segja, sko, vegna þess að hann einhvern veginn virðist ekki fóta sig í einu eða neinu þessa dagana og það að það náist ekki forystumenn flokksins undir þessu álagi sem að borgarfulltrúarnir eru núna er náttúrulega með slíkum ólíkindum að maður finnur bara að flokkurinn er ekki stjórntækur, að minnsta kosti ekki Reykjavíkurborg, ég hef ekki séð það og maður velti fyrir sér stöðunni líka að hér er verið að nefna orkumálin, orkufrumvarpi situr fast í þingflokki Sjálfstæðisflokksins og af hverju er það? Hvað er verið að stranda á þar? Er það kannski nákvæmlega sömu átakalínuna sem eru þar sem að borgarfulltrúarnir í Reykjavík hafa þó dregið lærdóm af en frjálshyggjuarmurinn er ennþá að reyna að spyrna í ístaðið í þinginu. Maður veltir því fyrir sér en þetta hlýtur að koma upp á yfirborðið. Það hlýtur bara að gera það. Almenningur og kjósendur eiga rétt á því. Það er svo erfitt að taka svona mörgum punktum. Nú skulum við fara að tala um þennan pólitíska veruleika. Má ég rétt að tala um þessa skýrslu? Sko ef að þetta hefði gerst fyrir svona einkavæðingu Landssímans eða eitthvað slíkt, að allir flokkar Alþingi hefði samþykkt ákveðna skýrslu um það mál. Hver á það að gagnrýna? Hver á það að gagnrýna seinna meir? Hvað getur Vinstri græni sagt í dag ef þeir eru skrifað undir eitthvað skýrslu? Ég er ekki að tala um að skoða verklagið. Má ég klára, með þessu færðu samtryggingu allra flokkana og það er nefnilega akkurat vandamál í þessu máli. Þetta er ekki bara Sjálfstæðisflokkurinn eða síðasta breytingin, þetta er breytingin sem var í október líka. Hún var ekki síður, hvað ég segja, vafasöm þegar 6 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins rísa upp af því þeim líka þetta ekki og Vilhjálmur beðist afsökunar á sínu það sem hann hafði gert. Það finnst mér vera mjög jákvætt að það gerir þá hinn borgarfulltrúarnir. Þeir kaupa einn til sín og fara svo út í eitthvað stefnulausa vegferð sem engi veit menn fara út í eitthvað stefnulausa vegferð sem engi veit hvert á að fara frá degi til dags lifað og
þetta eins og ég var að fara í ferðalag með hópa fólki og einn alltaf að fara til New York og hinn alltaf að fara til London og einn til París og þriði til Tókjó. Hvurslags ferðalag þetta og af hverju voru menn þessu? Til þess að ná í völdin, ekkert annað. Þannig að það er ekki síður. Valgerður að greina þetta ástand. Það er orðið ansi margt sem við komum hérna fram. Já, við skulum halda okkur við þennan pólitíska veruleika. Fyrst að við skulum nú halda því til haga að meirihluti Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks féll út af ágreiningi og það snerist rey, sjálfstæðismenn vildu selja rey í Hvelli og það var það sem að Framsóknarmenn vildu ekki og þess vegna féll þessi meirihluti sem þá var í byrjun október. Bara svo það sé nú á hreinu. Og skýrslan, hún segir ekki að ég hefði átt að selja rey eða ég selja rey. Þannig að Framsóknarmenn höfðu á rétt að standa þá en svo er náttúrulega svo erfitt að eiga við þetta mál vegna þess að það er náttúrulega klofningur í Sjálfstæðisflokknum málið. Það er náttúrulega augljóst og Pétur er að kynna hér sjónarmið sem eru ekki í samræmi við stefnu flokksins miðað við það sem við heyrum á Alþingi og miðað við það sem formaður Sjálfstæðisflokksins sagði í Morgunblaðinu fyrir bara viku síðan. Hvað er stefnum það? Og það er þetta að einkaaðilar og opinber fyrirtæki eigi að vera saman í útrás. Þú hefur verið á móti því. Já, en við höldum okkur við þennan pólitík. Hvað heldur þú Ég sagði að það ætti ekki að hætta skattpenningum. Höldum okkur við þennan pólitíska veruleika sem er núna í borgarstjórninni. Hvernig heldur þú að þetta þróist? Hvernig er ástandið innan Sjálfstæðisflokksins, Valgerður? Þú þekkir Sjálfstæðisflokkinn vel. Ég þekki náttúrulega, einn Sjálfstæðisflokk, en þeir eru orðnir tveir núna. Ég þekki minna þennan borgarstjórnarvinkil en mér sýnist að borgarstjórinn eigi orðið mjög erfitt með að sitja áfram. Og það kemur ekki óvart og það er fréttir af því mjög fljótt að hann myndi stiga tilbaka. En þá stendur flokkurinn aftur fram fyrir vanda. Hver á að vera foringinn? Og Hanna Birna hefur náð, finnst mér, ákveðnu forskoti í þessu máli og bara með sinni framkomu. En hún er ekki sjálfsögð sem foringi Sjálfstæðismenn í borginni. Gísli Marteinn náttúrulega fór í prófkjör gegn Vilhjálmi og þeir fórum á döðrum og fjallir hendar. En lítur eflaust á sig sem foringja í borginni og svo er verið að tala um að kalla til þriðja aðila sem að við finnst nú frekar ólíklegt að vera gert. Þannig að þetta er vissulega stórir atburðir að gerast og svo er það náttúrulega að hafa mörg orð þennan nýja meirihluta sem að náttúrulega situr ákaflega veikur og kannski á ekki framtíð fyrir sér. Ég ger mér ekki grein fyrir því. Pétur, heldur þú að Vilhjálmur segja af sér? Þetta var óskækja á Valgerði að séu tveir Sjálfstæðisflokkar. Já, en heldur þú að Vilhjálmur segja af sér? Það er ágaf mikið til þess, En ég veit ekkert um það, málið er það að kjörnir fulltrúar, þeir eiga við sjálfan sig, hvort þeir segja af sér eða ekki. Það er enginn sem að getur þvingað þingmann til að hætta. En þarf ekki Geir Haarde? Það er enginn sem getur þvingað borgarfulltrúa til að hætta sem borgarfulltrúi. Hins vegar getur ríkisstjórn, hún getur rekið einn ráðherra úr sínum hópu og svo framvegis. Þannig að það er aldrei eðlismunur á því. En það er enginn sem betur fer. Það er enginn sem getur þvingað kjörin fulltrúa til að hætta. Nei, en á hann að hætta. Hann verður að eiga það við sjálfan sig. En hann er svo líka spurning hvort hann hættir sem borgarfulltrúi. Hann geti stigið niður sem oddviti og það er nú kannski eitthvað sem að formaður flokksins geti hlutast um. Væri nú ekki rétt að hann gerði þetta bara fyrir sjálfan sig? En finnst þér vera tilefni til þess að hann hætti? Það getur vel verið, ég ætla ekki að dæmi um það. Ég menna vel lent í ýmsum stöðum á Íslandi og stundum staðið af sér, stundum ekki og ég hef stundum sagt það þannig að þeir sem gera margt og gera mikið, að þeir gera líka mistök. Þeir sem gera aldrei neitt, þeir gera heldur ekki mistök. En finnst þið þá að við að fyrirgefa honum mistökin og leifa honum það er hann að gera, hann verður bara að meta sitt bakland, hann verður að meta bæði aðra borgarfulltrúa, hann verður að meta sína kjósendur. Vilhjálmur verður bara hreinlega að meta það hvort að hann eigi að segja af sér ekki, þetta er hans eigin ákvörðun. En við erum að sjá alveg nýjan Sjálfstæðisflokk, ég meina það er allt í upplausn í flokknum. Nei. Jú. Og Hanna Birna sagði nú einmitt hér við þetta borð áramótin að það var að tala um borgarfulltrúana og þá sagðum við erum ekki einu sinni öll í sama arminu. Þannig að það bara sannar það að þetta er þannig. Getur þú sagt mig í hvorn flokknum ég er? Já, ég var að reyna að skilgreina það á það, rétt á það. Og það eru fleiri mál, þeir eru ósamtaka í fleiri mál. Og svo að því Pétur var nú að tala um það að þeir sem gerðu aldrei neitt að þeir myndu lítið brjóta af sér, en það er náttúrulega vandamáli ef við förum yfir í landsmáli. Að þar er eins og engin forrista og það er ekkert að gerast, það er ekkert fyrir að taka á neinum málum. Við stöndum hér frammi fyrir stórkostlegu vandamálum eins og sambandi við okkar gjaldmiðil og fleira mætti nefna og það er ekki verið að gera neitt. Nei. Þannig að þetta er nú ástandið. Það er voðalega ljótt að... Vissulega verið að gera bara heilmikið. Það er stöðugt verið að gera hluti og nú eru þess kjarasamningar að fara í gegn og... Það er mikið að málum í þinginu til dæmis. Það er helmingur komið fram og við erum eftir innan við 2 mánuði. Við ætlum að fara yfir í þetta. Haldið þið
Svandís og Dagur, að þessi meirihluti haldi sem situr núna? Ef ég kannski fæði að byrja, þá finnst mér svolítið merkilegt, sko, að í raun kannski Sjálfstæðisflokkurinn orðið svolítið raunalegur svona í sinni málsvörn. Hér Pétur að reyna að stilla þessu upp sem samtryggingum að allt hafi verið í lagi í haust. Þegar fulltrúar allra flokkar er nýbúin að skrifa einmitt undir það, áfellisdómum það sem gerist í haust og áfellisdómum það sem að Vilhjálmur gerði í haust. Það sem er eins og það ruglar fólk og ruglar mig. Ég skal bara viðurkenna það. Að mér finnst alveg með ólíkindum að meira segja fólk sem skrifaði undir þessa skýrslu er nýbúið að klappa Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson upp sem næsta borgarstjóri í Reykjavík. Og ég held að það sé það sem að borgarbúar eru býsna undrandi á, býtu hvernig ætlar Sjálfstæðisflokkurinn að axla ábyrgð á því sem gerðist í haust? Er það eitthvað rökrétt framhald af því að krækja í Ólaf F. Magnússon yfir og gera síðan Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson næsta borgarstjóra? Ég held að fólki finnist það mjög órökrétt og svo er einhvern veginn bætist við að það er einhvern veginn eins og sagan sé að endurtaka sig. Núna næst ekki borgarstjórnarflokk Sjálfstæðisflokksins nákvæmlega eins og gerðist í haust. Ég held að það sé vegna þess að þið get ekki svarað mjög einfaldri spurningu. Hvernig má það vera að borgarstjórnarflokkurinn er ánægður með þessu skýrslu, óánægður með allt sem gerðist í haust, óánægður með hvernig Vilhjálmur stóð að því, en kvittar svo upp á það fyrir örfáum dögum að hann stóð nákvæmlega eins að myndu nýja meirihlutans og þetta er sami maðurinn, sömu vinnubröðin og nú á að gera hann aftur að borgarstjóra. Þetta er einhvern veginn, ég fæ þetta ekki til þess að koma heim og saman. Má ég spyrja Dag? Hvernig stendur á því að Dagur gat í haust, semst í nóvember, ákveðið að skipta meirihluta Reykjavík? Það er vegna Hvernig stóðu því að hann gat og sett, haft óbreytastöðu í Orkuveitunni og gengið þvert á allt og haft enga stefnu. Við höfum sannarlega stefnu. Við höfum þá stefnu að það væri óverjandi að afhenda einkaaðilum auðlindir þjóðarinnar, að það væri óverjandi að afhenda einkaaðilum með samningi til 20 ára einkarétt á allri þekkingu Orkuveitunar. Hver stóð að því? Yngvi Björn. Björn Ingi kom yfir og rauf samstarfið við Sjálfstæðisflokkinn á málefnilegum forsendum sem það er kristallast á borgarstjórnarfundi. Við settum ekki borgarstjórastólinu uppboð, við vikum ekki til hliðar okkar grundvallar hugsjónum, heldur þvert á móti mynduðu meirihluta þær grundvallar hugsjónir sem sameina þetta sem eru almannahagsmunir. Við skulum ekki fara út í þessu til. Má ég aðeins koma inn í þetta vegna þess að hér er verið að togast á það hvor hafi verið verri eða betri á einhverjum tímapunkti en það bara blasir svo við þjóðinni, Pétur, að Sjálfstæðisflokkurinn er í stórkostlegum vanda og það blasir líka við þjóðinni að það sem gerðist í október, það sem var fréttamál ársins 2007, að það eru nákvæmlega sömu fingraförin, nákvæmlega sama handbragðið, sami hraðinn, sama leyndin, sama umboðsleysið, sami skorturinn og samráði, eins og aftur núna þegar þessi nýji meirihluti var myndaður og það er einsdæmi að Reykvíkingar vilja ekki það meirihluta sem þeir hafa, það er einsdæmi að Reykvíkingar vilja ekki borgarstjórann sem situr og tölurnar eru svo æpandi og ég segi bara hversu oft ætlar þessi hópur að láta oddvitann sinn halda stýrið og stýra bara út í skurð. Hvernig Þetta er nefnilega ekki mál Vilhjálms, þetta er mál þeirra sem er að stýrja. Þetta er mál þeirra sem er að stýrja, þetta er mál sexmenningar. Hvernig ætli þið sem borgarfulltrúar að leysa þetta? Við erum ekki Sjálfstæðisflokkurinn. Já, en segjum það að þessi meirihluti springi, að til dæmis að sexmenningarnir gefist upp á þessu og vilja ekki vinna með Ólaf F. Eru þið tilbúin að fara í meirihluta með Sjálfstæðisflokk? Við gáum út yfirlýsingu daginn eftir þennan svarta mánudag, 21. janúar, það að við sem að þá vorum fráfarandi meirihluti myndum starfa saman áfram og að við myndum með ákveðnum hætti innsigla það samstarf. Við missum ekki svefni yfir því sem er að gerast núna. Það eru aðrir sem eiga svefnlausa nætur þessa dagana. Og þannig að við erum alveg rólega yfir því hver staðan verði vegna þess að við höfum innsiglað það að við ætlum að standa saman og við munum gera það líka í þeim skruningum sem framöndan eru og það verður bara spennandi að sjá. Vandinn er ekki okkar, við erum ekki að fara neitt. Við erum áfram að stýra Reykjavíkurborg, við erum kjörin sem borgarfulltrúar, við ætlum að vinna Reykjavíkurborg vel. Hér eftir sem hingað til og það eru aðrir sem eru óstjórntækir. En útilokar þá að fara að til dæmis Vinstri grænir fari samstarf með Sjálfstæðisflokkinn? Eins og Sjálfstæðisflokkurinn er núna, þá er hann óstjórntækur. En segjum að Vilhjálmur fari frá og þau bætir ráð sitt eða hvað hún geta Vinstri grænir þá tekið út og farið í samstarf með Sjálfstæðisflokknum. Við ber náttúrulega skylda til að mynda
meirihluta. Það alveg hárrétt hjá þér. En hins vegar þá sé ég engin merki það að Sjálfstæðisflokkurinn verði stjórntækur á þessu kjörtímabili. Ég þarf að fá með án vilja. Hefur þú átt í einhverjum viðræðum við Sjálfstæðismenn? Að mynda meirihluta? Núna? Nei. Engum? Og sem sagt, þú... Nei, ekki. Og þið teljið sem sagt bæði að það sé samkomulag uppi það að þessi 4 öfl sem mynduðu borgarstjórnina starfi saman. Já, það bara liggur fyrir. Og þú myndir ekki taka það út og fara að vinna með Sjálfstæðisflokknum heldur? Nei. Útilokar það alveg? Já, ég meina við bundumst tryggða böndum ekki alveg nóg skipt stöðuleika við stjórn borgarinnar og það bara stendur. Ég verð að mynda hérna nýja borgarstjórn. Nei, ég ætla að fá svara þessu. Þú útilokar það líka eins og Svandís. Já, og við höfum rætt það, ég, Svandís, Óskar Bergsson og Margrét Sverrisdóttir höfum bara rætt það. Annarkoð situr þessi borgarstjórn. Þetta vandi Sjálfstæðisflokksins og hann verður bara að klóra sig út úr því og við köstum ekki til þeirra niðurstaðan er þess að þú að annarkoð situr þessi borgarstjórn áfram, þessi meirihluti áfram eins og hann eða þá við tökum við. Eða þá að þið takið við. En Ólafur F. þá að stökkva yfir til ykkar. Þetta þeirra vandamál. Þannig þetta stjórnarkreppa. Við sögðum það í upphafi Egill að þessi veiki meirihluti sem núna situr, hann það í raun stjórnarkreppa. Það hefur verið stjórnarkreppa síðan hann tók við. Sjálfstæðisflokkurinn ber höfuð ábyrgð á því. Hann verður að takast á við. Hinn möguleikinn þjóðstjórn. Það verður aldrei. Það er allir flokkar saman. Og ég vil bara segja það sem kom fram hjá Svandísi að Sjálfstæðisflokkur var ekki stjórntækur. Þess vegna féll meirihlutinn í október. Ok, Pétur. Sko, ég má til með að koma inn í þetta. Mér finnst sem stjórnmálumanni að stjórnmálumenn hafi virkilega sett niður síðustu 3-4 mánuði. Virkilega, og þá há ég alla atburðarásina. Og það engin borgarfulltrúi undanskilinn, og engin borgarstjórnarflokkur undanskilinn. Það nefnilega málið að þegar 6 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins risu upp gegn foringja sínum sem hefðu ekki gerst í öðrum flokkum. Vegna þess að þeim líkaði ekki vinnubröðum og hann biðst afsökunar á því að þá nýta sér hinir stöðuna. Þið nýttu ykkur stöðuna og fóruð inn í bara út af völdunum. Og má ég klára, þetta finnst mér alveg alvarlegt og við það þá lækkuðu allir stjórnmálamenn í Íslandi erfi. En lækkaði þetta ekki líka aftur þegar meirihluti var myndað? Ég sammála því. Það gerðist nefnilega aftur. Eftir 100 daga að þá gerist það aftur og mér finnst að borgarfulltrúar allir í 15 skuldi þjóðinni og öðrum stjórnmálamönnum það að upphefja aftur verðmæti stjórnmálamannsins. Þetta nú Sjálfstæðisflokkur sem var í forystu. Ég veit vel að þú hefði gjarnan viljað að sko 20 ára einkaleyfi að Orkuveitinu var bara selt einhverjum einum aðila í einhverjum flýti vegna. Þetta ekki að gefa mig upp skoðanir. Já, það var nú það sem að samkomulag sexmenningan og Vilhjálms gekk út á. Og þeir reyndar gleymt að tala við Björn Inga það. Og það klofnaði þar á grundvallar ágreiningi það hvernig ætti að halda á eignarhaldi auðlindana og hvernig ætti að halda á fé almennings og ekki afhenda það einum eða neinum. Og þú verður bara að eiga það við þig, Pétur, ef að þér finnst það sambarilegt við það þegar Sjálfstæðisflokkurinn gengur fram á örfáum klukkustundum, setur borgarstjórastólinu uppboð, víkur öllum sínum hugsunum til hliðar í borginni til þess að komast að völdum. Þetta bara lýsir þeirri nauðvörn, þeirri raunalegu nauðvörn sem mér sýnir Sjálfstæðisflokkurinn vera í. Og sko, ég held að kjósendur Sjálfstæðisflokksins eigi einfaldlega betra skilið heldur en það sem þeir hafa þurft að horfa upp á í borgarstjórninu undanfarna mánuði. Ég held að Reykvíkingar eigi sannarlega betra skilið en Sjálfstæðisflokkurinn verið að klóra þessu út af sig sjálfur. Þetta snýst nefnilega ekki ábyrgð okkar að kasta til þeirra einhverjum bjargring. Þeir verða að klóra þessu út af þessu. Ég ætla að gera og þakka þér kominu dagur, þú ert fínn, en Jakob F. Magnússon ætlar að setjast hjá okkur í sætið þitt. Jakob skrifar grein í Fréttablaðið í dag, þar sem hann talar tekur vingil á reimálu sem maður hefur ekkert mikið séð. Þú talar Jakob, velkomin þáttum, skaðan af reimáluna, þetta hafi verið gott mál sem var skemmt. Já, mér finnst það eiginlega hafa orðið alveg út undan í allri umræðuna. Það hefur verið að þrengja umræðin og takmarkana við persónur og leikendur í borgarstjórninni en það gleymist að sjálft viðskiptatækifæri sem var okkar allra
svona stóra vonum að loksins gæti þessi sameign okkar Reykvíkinga sem hafði byggst þarna upp í Orkuveitinu orðið að einhverju og drengur frá Toppel Tower, fremsti viðskipta svona snillingur þjóðarinnar gengið til liðs við hið opinbera og að sjálfsögðu rís gengið og væntingarnir í samræmi við það. Síðan halda þessi borgarfulltrúar, og það eins og Pétur segir eiginlega engin undanskilin, þeir halda þannig á málum að þeir klúðra málunum gjörsamlega og þetta auðvitað einhvers konar kultúrklass. Þarna er engageirinn og hið opinbera fara að reyna að stíga dans, þeir ná ekki taktinum. Og svo hið opinbera þar innbyrðis kultúrklass líka því að þar eru sumir með mynd af Adam Smith upp á veggina, þeir eru með Karl Marx eða Stalin eitthvað slíkt. Þannig að menn eru alls ekki, til dæmis sessunautum minn, hann fagnar því mest að nú skuli gróðahyggjan hafa fengið kjafsök og verið farin að högta. Það er það verst af öllu að einhver skuli græða. Og þessi tenging á milli, það sem ég kalla HN4, hugur, hjarta, hönd og hagur, það má ekki hafa fjórða hái þar með því að það er af hennu illa. Peningur er af hennu illa, hagurinn eða ávinningurinn. Og það er leikreglur viðskiptalífsins í dag og þessar stóru útrásar, þær eru háðar því og tengdar því að menn hafi að þessu ávinning og ég segi í minni grein eðlilegt að í einu sameinuðu fyrirtæki þá séu sumir starfsmenn á gamaldags opinberum svona töxtum en aðrir á nýmóðustöxum. Er það gott fyrir heildina og er það gulrótin sem virkar til að knýja menn áfram? En þú meinar sem sagt og eins og þú segir í greinu að þú ert að tala komma í business að þetta hafi, að kommarnir hafi eyðilagt þetta? Já, þeir hrópuðu hæst og þeir hrópuðu úlfur nógu lengi til þess að það fór allt í uppnám og þeir nýttu sér eins og Pétur bendir á þessa svona veiku stöðu. Auðvitað þurfti að laga dílinn. Díllinn var keyrður áfram af nútímalegri svona fjármálamanna hörku og tempói og það var þeirra fulltrúana að laga dílinn þannig að hann yrði sem bestu fyrir Reykvíkinga og ég að sjálfsögðu sammála því að þá ekki að færa auðlindirnar einkaaðilum en það er enginn núna að fara í þetta verkefni og við höfum svo mikið þurft á því að halda akkord í þessu svartagalsrausu öllu að vera með einhvern sem við treystum til þess að leiða þetta og ég leið mér að draga í efa í þessari grein að það slíkir menn séu í sjónmáli og muni treysta sér upp í dans við stjórnmálamenn og opinber fyrirtæki og breyttu. Þannig að sá skaðinn að mínu mati að við höfum skaðað ekki bara trúverðuleika stjórnmálamannana, við höfum skaðað möguleikan á því að búa til verðmæti úr sameignum okkar. Þú talar Binga, segir hann er Bingi einar benn 20. aldarinnar? Já, 10 milljarðar að fá þekkinguna í hitaveitunum okkar metna á 10 milljarðar. Mér þykir það mikið afrek, það er bein í nefin á Binga allavega sem að mér hefðist vera lofsvert en þeir 10 milljarðar er ekki til lengur. Sú þekking er einskis virði, hún er hvergi, það er engin kaupandi að henni. Það er á minni línu, en það gengur kannski aðeins lengra að þetta hafi verið stórkostlegt tækifæri en hérna hafi klúrast. En svo þurfum við líka að hafa það í huga að við munum ekki halda endalaust áfram að virka hérna á Íslandi. Það er ekkit óskaplega mikið eftir í þeim efnum. Við ætlum nú að vernda ákveðið svæði og þá skiptir svo miklu máli að þessi frábæru fyrirtæki sem við eigum, að þau geti verið í útrás. Ég finnst það bara mjög athyglisvert hérna að Jakob Frímann skuli koma fram með þessi sjónarhorn og tala komma og Stalin og eitthvað og sem náttúrulega kannski getur einhvers staðar slegið í gegn en að mér skilst náinn samverkamaður borgarstjórans og þessi sjónarmið hef ég nú bara ekki heyrt mjög lengi að þjónustusamningurinn sem gekk út á það að selja þekkinguna til 20 ára út úr Orkuveitunni til einkaaðila að það var einhver sem að mælti því bót. Ég hef bara ekki heyrt neitt tala það núna hríð og ég vil bara, þú talar klass hér milli opinbera sviðsins og einkasviðsins, jú sannarlega það, en klassið var svo grimmt vegna þess að það var enginn sem hélt hagsmuni almennings í þessu ferli öllu saman og það var klúðrið. Það var eitthvað verkefni, sameiginlegt, allra í borgarstjórn, við kusum ykkur til þess það var verkefni meirihlutans og meirihlutin klikkaði. Það er engin undanskilin, ef þau hefðu verið vinni hjá Donald Trump þá hefðu öll verið rekin. Já, það getur vel verið, en það var enginn sem gerði athugasemdir á þessum fundi nema sú sem hér situr. Enginn. Nei, en málið er allavega dautt í bili og það er skaðinn og ég hefði gjarnan kosið henni kjörnu fulltrúar öxluðu ábyrgð á því en einbyrða sig ekki bara því að reyna að hrekja gamla góða Villa burt eða einhvern annan, finna einhvern stóran sökudólg í þessu og hann er búinn að taka út sína refsingu og hann baðist afsökunar, hann röklaðist úr borgarstjórastóli, það að reyna að vera með blóð på tenninni í áframhaldandi einhvers konar nornaveiðum á Villa,
það er sko, það er eiginlega andstyggilegt. Það er óeðli sem að mér líkar afar illa. Það er versta hliðin á Íslendingu. Það er þetta sparka allir í einu, í liggjandi mann. Ég myndi vilja fá svar frá borgarstjórnum í Reykjavík það hvort að þetta sé afstaða hans til... Þetta er mín eigin afstaða, ég tala í eigin umboðu einskis annars. Ég bara segi... Ég hef tekið eftir því að umboð svokallans F-lista er mikið á reiki, en mér finnst þetta áhugavert í ljósi þessar umræðu til lengri tíma. Ef að forsætisráðherra og utanríkisráðherra sem að skrifuðu upp á Íraksstríðið sögðu ekki af sér samstundis, þá var sannarlega Vilhjálmsson ekki að gera það. Því að sko, við höfum ekki þann kúltúr ennþá á Íslandi að menn segja af sér eins og það gerir í Bretland og nágrannalöndunum. Við þurfum þá að innleiða hann, koma honum á og byrja síðan að reka grimt. En hvaða dag við að byrja á því? Við skulum byrja svona þegar tækifærið allavega augljósara en núna. Já, ég þarf alltaf verið að tala hérna Íraksstríðið og ég veit ekki hvort við erum að taka það eins og enn, að það voru prófessorar við Háskóla Íslands sem gáfu það lögfræði álit að það voru engin lög brotin og það var farið að stjórnsýslu lögum þegar að svo ákvörðum að tekin, svo getur menn verið óánægð með það. Við slúum ekki fara út í Íraksstríðið. Valgerður, vilt þú afnema kvótakerfið eins og Guðni Ágústsson? Hann hefur nú ekki sagt það. Nei, en ert þú sammála honum við þessu? Já, sko, hann hefur talað opnun en ég hins vegar kannski vil vera varká meðan við erum að fjalla þetta mál í þingflokknum. Við erum að fjalla Ég trúi ekki að þú þingmaður eigi að fjalla og ég segi bara, ég tek alvarlega þetta álit ekki menninga, heldur mannréttindanefndarinnar og það verður bara að fara yfir þessa hluti, en ég er nú svona ansi treg til að gera mikla breytingar á þessu kerfi, vegna þess að það hefur fært okkur náttúrulega gríðarlega mikið inn í okkar hagkerfi og í raun er landsbyggðar atvinnuvegur, sjávarútvegur. Og Framsóknarflokkurinn hefur hingað til staðið fyrir þessu kerfi og varið þetta kerfi? Jú, við áttum mikið þátt í því að þetta kerfi var sett á sínum tíma, en við skulum nú halda því til haga að sjálfstæðismenn hafa farið með sjávarútvegsmál í 17 ár. Þannig að sko, það er nú bara þannig. Og við höfum oft breytt sjávarútvegskerfinu og stefnunni lítillega, en grundvallaratriði er það að halda áfram með aflamarkskerfið. Búið, takk. Pétur, Valgerður, Svandís, Jakob, eða þessi hluti er búinn því að ég ætla aðeins að tala við hann Vilhjálm Bjarnason kaupréttarsamninga.